tæpir að komast í bara 2-0 í þessari seríu. Konið 2-1 undir, þetta lítur að vera helviti súrt eða ekki? Jú, þetta bara úrslitakeppni og körfubolti sko. Þetta það bara stutt á milli. Þannig að við getum ekki verið að pæla hvort við höfum verið fyrir einhverjum dögum næstu komið í 2-0, sá leikur búinn og þetta var jafnt 1-1 fyrir leik kvöldsins. Við vorum bara kannski góðir í 20 mínútur fannst mér. Það fannst mér verið svona í balans. Við erum harfa slaki fyrir mér í fyrsta leik í dag. Það er komið tilbaka já, og þetta er í játnum. Þarna er einhverja 5-6 mínútur. Hvað gerist hjá okkur í? Þeir hættið að skora og... Já, það er bara... Ég veist að ég þurfa að vera betri þarna. Ég set Dom inn á og þeir refsa mér fyrir það. Seta þarna 2 trista. Ég var kannski ekki aðeins nægilega þolinmóður. Það er þessi 2 tristi hjá Ragga Braga. Þeir svona gerðu þetta fyrir það? Já, þeir svona koma okkur í svona smá holu. Og þá þurfum við einhvern veginn að vera að sækja og það er allir orðnir þreyttir hérna. Og ég þarf líka að gera betur í að rótera. Ég var ekki alveg nægilega mikið í stappaðinu. Það var svona, ég reyni að horfa kannski í gang leiksins og mér fannst þetta vera bara alveg í balans og við alveg með þá. En svo bara allt í einu finnst mér að hitta okkur að við erum kannski ekki alveg með nægilega lappir og við þurfum að finna betri lausnir á Pargo. Hann var bara að skora á okkur 1-1 og ég þarf að gera eitthvað betur þar. Þannig að já, það er fullt að vinna en við mætum í Njarðvík til þess að vinna. Hvað er það sem þið þurfið að gera til þess að koma þessi óttaleik? Sko, við þurfum að bara einstaklingsvörn, hjálpa á réttu stöðum, vera góðir í rótturingunum okkar. En það var kannski þessi bara svona einfaldi einstaklingskörfuboltaleikur sem að vann þetta vera á. Pargo með boltan, Pargo bjóð til þess að þrista fyrir Ragga Braga. Þannig að ég þarf bara aðeins að einhvern veginn að koma honum meira úr jafnvægi. Svo aftur bara að skoða hvernig svona þreytulevelið okkar er. Við erum 9 af 20 og eitthvað í vítakrýtingu, undir 50% og það er bara rosa dýrt í svona körfuboltaleik. En, þú ætlar að koma í náttaleik, þetta er fáránleg spurning, ég veit það. Að sjálfsögðu. Takk.